Komið sæl og verið velkomin í Allt er nú til hér á Hringbraut. Í þessum þáttum skoðum við eitthvað sem er nýtt, spennandi og skemmtilegt á markaði og kynnum starfsemi fyrirtækja á Íslandi og hvað þau hafa fram á að færa. Í þessum þætti ætlum við að kíkja í heimsókn upp í Hringdu og kynnast þeirra þjónustu í internettengingum og fleira, en við ætlum að byrja hérna í Stólpi Gáma og heyra hvað hann Hilmar hefur að segja ferðaklósett. Kíkið með mér. Við erum komin hingað til Hilmars í Stólpi Gáma og hann ætlar að segja okkur aðeins frá ferðaklósettum og byggingum utan þau. Sæll Hilmar. Takk fyrir að taka mót okkur. Takk fyrir. Hvað getur þú sagt okkur þessi ferðaklósett eða ferðarými sem þið eru með? Sko, við erum með svona svokölluð gámahús, klósett í gámahúsum sem við hefur verið að leigja og selja til byggingaverktaka í mörg ár. En núna hefur verið að fæst svolítið vöxtað að ferðaþjónustaðilar hafa verið að sækjast eftir að fá svona á bæði tjaldstæði og á þá staði þar sem fjöldi af ferðamönnum er það mikill og engin aðstæða fyrir ferðamannin. Já, eru þá kamrarnir, heyra þeir sögunni til eða? Já, myndi segja það, með því að nota þessa aðstöðu sem við erum að bjóða. Þá erum við að tala bara mjög snyrtileg og fína aðstöðu. Já. Bæði það er hiti og rafmagn í sig, það er ljós og það er ekki verið að nota þessu gömlu plastklósett. Þannig að þau heyra rauninni sögunni til. Já. Þannig að byggingaverktakar og tjaldsvæði eru að fá sér svona ferðaklósett í meiri mæli heldur en kamrana í dag. Já. Það er, eins og segi, það hefur aukist mjög mikið og sko, við erum náttúrulega í þessum klósettaðstöðu sem við erum með, þar erum við með heitt vatn líka, það er hitakútur og þannig að það er heitt vatn í vöskum. Svo er þetta tiltölulega þægilegt í uppsetningu á stöðunum, það eina sem þarf að gera, það er að tengja vatn að þessu og frárennsli og rafmagn og þá er þetta tilbúið. Þetta tekur rauninni bara, má segja, nokkra mínútur að ganga frá þessu. Já. Og ég tók eftir á hliðina á gámnum að þetta eru engin geimvísindi að tengja þetta. Þetta eru bara tvö rör og allt klappað og klárt. Já. Bara vatnin og frárennslið og þá er þetta tilbúið. En eins og maður er að sjá svona á klósettum hér og þar að það eru svona handþurrkur, svona rafmagns. Er það í boði að setja svoleiðis inn? Já, það er alltaf boðið að vera með svoleiðis því það er rafmagnstengingar í þessu. En stærðirnar á þessum ferðaklósettum eða gámum, það er hljóta að vera nokkrar í boði eða ekki? Jú, það er að fá þetta frá því að vera bara eitt klósett og vaskur og upp í, eins og tilfelli hérna, sem gám hérna fyrir aftan okkur, þar eru við með 4 klósett, 4 vaska og jafnvel hægt að hafa fleiri. Það er bara eftir hvað hentar á hverjum stað. En nú svona í framhaldi af ferðamála umræðinni sem var í fyrra að það var mikil vöntun á ferðaklósettum og svona þannig að fólk var að gera bara þarfir sínar út í skóginum sem að við náttúrulega viljum ekki eyðileggja íslenska náttúru en heldur að það sé hægt að koma svolítið í veg fyrir þetta núna í sumar. Ferðamannastraumurinn mun aukast, við vitum það, en heldur að þetta muni batna? Það væri hægt að koma fyrir nokkuð mörgum húsum sem við eigum til að lager og á þá staði sem að vantar svona saliðsaðstöðu. En þurfa að vera svona umsjónarmenn eða það þarf ykkur að sjá þetta eða ekki? Jú, það vantar að þrífa þetta og eins og þið sjáið inn í þessum húsum þá er tiltölulega þægilegt að þrífa þetta, dúkur og gólfum og í alla staði mjög þægilegt að þrífa þessu klósett. Þannig að við ætlum að koma í veg fyrir þetta í sumar, eða ekki Hilmar? Jú. Og allir að koma í Stólpa Gáma eða hringja og panta gáma á þessu svæði sem er þörf á ferðaklósettum, eða ekki bara? Jú, eða ekki bara. Við eigum töluvert mörg klósett fyrirliggjandi og þannig að fyrstu koma, fyrstu fá. Já. Frábært, Hilmar, takk fyrir að taka mót okkur og bara gleðilegt sumar. Takk fyrir það, sömuleiðis. Við erum komin í heimsókn til hans Kristins í Hringdu. Sæll Kristinn. Sæll. Takk fyrir að taka mót okkur. Herðu, nú langar mig að fræðast fyrirtækið ykkar, Hringdu. Hvað er þetta gamalt og hvers konar starfsemi er þetta hérna?
Já, fyrirtækið stofnaði í janúar 2011, þannig að það er svona tiltölulega nýorðið 5 ára. Við erum fjarskiptafyrirtæki, seljum internettengingar og farsímaþjónustu og heimasímaþjónustu og fyrirtækjaþjónustu. Ok, þannig að þið eru með bara alla þjónustu sem að fólk þarf á að halda? Já, í raun og veru. En þið eru staðsettina í Ármúla, smá svona falið, en þið eru duglegir í auglýsingum og öðru að kynna ykkar starfsemi, er það ekki satt? Jú, við höfum svona jafnt og þétt verið að auka við okkur og þar með byrjað að auglýsa meira líka, svona verið að sníða sér stakk eftir vexti. En þegar þú talar internet og svona þessa símaþjónustu, eru þið þá með góða þjónustu allt land eða hvernig eru tengingarnar, eru þær öflugar? Já, þú veist, við bjóðum bara upp á sömu fjarskiptaþjónustu og aðrir aðilar á fjarskiptamarkaðnum. Við höfum lagt mikla áherslu á ljósleiðaratengingar, þá sérstaklega kerfi Gagnaveitu Reykjavíkur og höfum síðan mestan vöxt þar. Það eru náttúrulega mjög frambærileg vara og þar getum við boðið upp á mikinn hraða og mikil gæði. Þannig að þar höfum við svona helst verið að staðsetja okkur. Já. En nú eru flestir eða hversu margir eru komnir með þessa ljósleiðaratengingu? Er þetta ekki að aukast til muna? Jú, Gagnaveitan hefur verið mjög dugleg að tengja ný heimili og eru nánast að teppalækja allt höfuðborgarsvæðið með ljósleiðara. Og við höfum náttúrulega bara tekið þátt í þeim vexti og höfum verið að bjóða tengingar yfir þeirra kerfi. Þannig að það er alveg bara stór hluti höfuðborgarsvæðisins sem hefur kostað því að vera með ljósleiðara og geta þá pantað sér tengingu hjá okkur. Þar eru tengingarnar alltaf 500 megabit á sekundu og sem er náttúrulega talsvert meiri bandbreidd en hægt er að fá yfir koparinn í dag. Þannig að þá ertu að fá bestu tengingar sem völur á. En er eitthvað mál að láta setja þetta upp? Er þetta ekki smá maus? Nei, alls ekki. Í raun og veru er þetta sett neytendanum upp á kostnaðarlausu gegn bindingu hjá Gagnaveitu Reykjavíkur. Fólki er svo frjálst að skipta á milli fjarskiptafyrirtæki eins og því hendar. Þannig að í raun og veru leggum maður bara inn pöntun hjá sínu fjarskiptafyrirtæki og Gagnaveitan sendi verktaka til hans og þeir sjá að setja upp allt sem til þarf, innanhúslagnir og annað. Okay. En hversu langur biðtími ef ég væri að flytja núna, sem ég reyndar en hversu lengi þarf maður að bíða? Það er allur gangur á því, það fer eftir hversu mikið álag er en það hefur verið bara frá 5 og upp í svona 14 daga að bíða eftir verktaka þegar það þarf að setja upp nýtt bóks. En ef þú svo aftur á móti flytur inn í íbúð eða húsnæði þar sem að bóksið hefur verið sett upp áður, þá er hægt að færa það yfir og tengja það samdægurs. Já, þannig að þú bara tala við þitt fyrirtæki að breyta bara heimilisfangi þá? Já, í raun og veru. En geturðu sagt okkur eitthvað fréttabréf sem að þið sendu út í byrjun maí með að auka eða þið hafi aukið markaðshlutdeild internettenginga. Mér langar svolítið að forvitna staðins. Já, við vorum í raun bara aðeins að klappa sjálfum okkur á öxlina þar sem að við erum nú lítill fiskur í stóri tjörn og það má bara svona Póst- og fjarskiptastofnun gefur út tölfræðiskýrslu á hverju ári þar sem farið er yfir breytingar á fjarskiptamarkaðnum. Þar var bara áhugavert að sjá hvernig við höfum verið að standa okkur í samanburði við hina. Við fjölguðum tengingum 53% frá árinu áður og fjölguðum viðskiptavinum meira en allir hinir 3 stóru aðilarnir til samans. Vodafone, Síminn og þessir. Þannig að við fjölguðum meira en þeir 3 til samans og okkur fannst það bara svona nokkuð áhugavert, þannig að við sendum út svona smá fréttatilkynningu. Enda að gera að vera stoltir af ykkur og það er bara klárlega málið að senda þá út svona tilkynningu og sýna að þið eruð ekkert minni en hinir, sko. Já, ég meina, þóttu við séum náttúrulega með færri viðskiptavinni og færri starfsmenn að þá er náttúrulega bara gaman að vexti og heilbrigðum vexti og við erum alltaf að leita okkur efnilegu fólki og þannig að það er bara svona að hafa gaman að þessu, gaman að vera í vinnunni. Já, nákvæmlega. Það er það sem skiptir máli, annars var þetta bara leiðilegt, sko. Nákvæmlega. Herðu, Kristín, takk fyrir að taka á móti okkur og fræða okkur ykkar þjónustu og bara taka í hendina þér. Takk fyrir kærlega. Kærar þakkir.
Þátturinn verður ekki lengri að þessu sinni en ég verð hér aftur að viku liðinni með eitthvað nýtt spennandi og skemmtilegt. Ég minni á að allir þættir og klippur úr þáttum fara inn á hringbraut.is. Þangað til næst, verið þið sæl.